Ég er stödd hérna í gamla bænum að Burstarfelli. Þetta er svolítið óvenjulegt innslag í þættina að austan en við ætlum að hafa eitt pínlítið söguhorn. Ég nefnilega rakst á svo rosalega skemmtilega sögu. Þetta er að sjálfsögðu sönn saga sýslumannsfrúna að Burstarfelli. Það stendur nú bara fyrir langa löngu, það er ekki tekið fram nákvæmlega hvenær þetta var, en þetta er semst sagan af álfkonu dúknum. Ég ætla svona aðeins að hlaupa yfir þetta fyrir ykkur. Þetta er semst þannig að sýslumannsfrúin eitt sinn vaknar ekki upp af lúr sem hún er vön að taka ásamt heimilisfólkinu og bóndi hennar segir við fólk ekki vekja hana, hún er í draumheimum, henni er að dreyma eitthvað gott. Seint síðir vaknar sýslumannsfrúin og stynur mikið. Hún segir fólki eftirfarandi draum sem hana dreymdi. Þótti henni að það kæmi maður til hennar, vekti hana og bæði hana að koma með sér. Þessi maður fer með henni upp að Álfasteini sem er aðeins fyrir ofan bæinn, upp undir fjallinu. Og þar gengur hann þrisvarsinnum réttsælis steininn og breytist hann þá í hús. Konan er mjög hissa á þessu að sjálfsögðu, en hún fer með honum inn í húsið og þar er sérstætt álfkona sem er í barnsnauð, gengur illa að fæða. Bað maðurinn sýslumannsfrúna að hjálpa konu sinni en trúað var að mennskar konur getur hjálpa álfkonum. Eina sem hún þurfti að gera var að snerta og nota Guðs orð, stendur hér. Gekk sýslumannsfrúin að sængukonunni og segir Jesús góður hjálpi þér. Og bráð þá svo við að konan varð léttari og glöddust allir nærstaddir. Næst kom að því að lauga barnið og sýslumannsfrúin var beðin að annar stað. Fékk sængur konan henni bauk með smyrsli sem bera átti í augu barnsins. Gerði hún svo en hugleiddi hvort þetta smyrsl myndi ekki sérlega heilnæmt. Langaði að nota það sjálf og tókst svona án þess að fólk taki eftir að smyrja smá í hægra auga sitt. Þegar búið er að baða barnið býr aðkomukona sig til heimferðar og sængur konan gefur henni í þakkarskyni forkunnar fagran dúk úr guðvef og gullofinn. Gengur svo maðurinn með frúnni út úr húsinu en hún kemur út og gengur þrisvar rangsælis húsið og þá breytist það aftur í stein. Nú er draumurinn búinn og svo þegar sýslumannsfrúin er búin að segja söguna þá stingur hún hendi undir kodda sinn og finnur þennan dúk sem þá í rauninni sannar sögu hennar og samskipti við álfa. Og þetta er reyndar mynd af dúknum. Hann er að sjálfsögðu í vörslu í Þjóðminjasafninu bara sem þjóðargersemi. En þetta með augað, að hún sem sagt eftir að hún er búin að upplifa þetta, þá er hún farin að sjá meira en við hin. Hún er farin að sjá álfa, hún sér hús út allt, en það endar með því að hún sem sagt rekst á þessa sömu álfkonu sem hún hjálpaði að fæða og sú álfkona spýtir, minnst hann heldur dónalegt, en hún spýtir í augað á henni og eftir það þá sér sýslumannsfrúin ekki lengur álfana. En hún hefur alltaf minninguna þetta og enn þann dag í dag þá eigum við sem þjóð þennan dúk sem er að sjálfsögðu þjóðargersemi.